kíkja á hvernig ykkur gekk? Já. Það var sér á þetta? Endilega. Lítum á þetta. Við komumst alltaf út úr bílnum bara. Nokkuð rætt í gegnum dekkin. Þarna var að tekur hún bara fórustuna. Sjáðu þetta? Svakalegt stökk sem þú tekur hann. Oh my god. Ég er eins og köttur hana. Nákvæmlega. Sko. Já, þetta. Og syndir út í grindum. Þetta hefur ekki séð hingað til. Þetta er alveg nýtt. Þetta er eitthvað grandaði, sko. Þá í rauninni hefst leitin að Ungfrú Reykjavík. Já. Hvar er hún? Hvað fjarrir hvað er þannig? Ég er ekki stað til að með fólk. Allettu sæta. Herðu, vá, veistu það, ég vissi ekki ég væri svona, þú veist, svona undan þess, sko. Já. Ég ætla bara rétt eftir mér. Nei, ég var bara hann í makindum að taka þér rólega. Og svo þetta léttni kaðarinn sem að hefur bara reynst, sko, þeim sem við höfum skorað á allavega mjög Í alveg, þetta var ógeðslega erfið, sko. Já. Var það erfiðast? Já. Sjá, ég er að detta henni niður. Þú veist að fara í froskastellingar. Ég hef aldrei lært að fara upp kaðar, þannig að... Þú tókst sippið þannig með glæsibræð. Já, það leit vel út. Og þannig var það bara komin í bíl. Þú veist það kaður? Nei, ég átti að beila á honum fyrir að... Það er ekki sagt bara, já. Það var ekki sagt bara, jú, ég tók það. Það er bara að hafa þannig, þú fórstu kaðar. Já, ég fór kaðarinn með glæsibræð. Ok. Ég ætla að klappa fyrir það. En þá er þetta, hvað er í rauninni erfiðast að þessu? Er það kaðarinn? Já, það er kaðarinn, ég verði að segja það. Ég náttúrulega, já, fór hann með glæsibræð, þannig að... Nei, mér fannst líka hann að hvað heitir þetta? Stíginn. Apastíginn, já. Ég hef aldrei prófað það, ég heldur bara að hann sé svolítið tryggir. Já, ég náði svolítið, þú veist, leiðilega takja en samt, þú veist, þetta verður að sveifla sér svo, þú veist, appi. Já, akkurat. Svo er það ekki bara vandamáli við að klára þrautirnar, heldur líka að gera það hratt. Já, leiðilega. Þetta er ekki smá Og það gerir sér ekki fíbla saman tíma. Já, nákvæmlega. Nei, ég meina, þú veist, maður þarf að vera búinn að fara yfir þetta og búinn að, þú veist, svona skipuleggja hvernig maður ætlar að gera þetta. Já. Það var mjög Ég fór bara with the flow, skilur, ég vissi ekkert hvað ég var að gera, ég var bara Og það hefnaðist nokkuð vel. Er það ekki? Jú, Ég myndi aldrei ná þessu toppað, sko. Tímalaust. Þetta var bara vel að sem vídeo á báðum. Ég líka var rúmliggjandi 2 daga næstu, þú veist, eftir þetta þraut, sko. Já, ég var alveg búinn á því. Svo þurfti að fara til, var ekki Magnús sem þurfti að vera til sjúkraþjálfara? Það? Nei, ég hefði pappi Grand. En þú fannst eitthvað fyrir þessu daginn á eftir? Já, ég fekk alveg góða raspberry í hendurna sérstaklega, sko. Svo fór ég esjuna með skólanum bara klukkutíma eftir, þannig að það blandaðist aðeins. Það er þín uppgötun bara? Já, mjög góð. Ekki hefði ég getað það, þannig að þú varst að þrauta. Takk fyrir að koma alltaf. Takk æðislega. En þá er bara komið að seinni riðli kvöldsins og ef við ekki bara vinda okkur í það. Áhorfendur í Breiðholti voru brjálaðir þegar skólarnir í seinni Reykjavíkurriðlunum mættust og sumir voru aðeins hressari en aðrir. En þetta eru skólarnir sem mættust. Landakotsskóli, Austurbæjarskóli, Valhúsaskóli, Langholtsskóli, Álftamýrarskóli, Hvassaleitisskóli, Hlíðaskóli, Hagaskóli, Réttarholtsskóli, Laugalækjarskóli, Háteigsskóli og Vogaskóli. Já, þátttakendur í skólahreyslu verða seint sakaðir að vera ekki hressir, en við hefjum leika í uppbyggingu. Þetta eru þeir Vladislav Djamski úr Austurbæjarskóla og Víðir Tómasson úr Háteigsskóla. Víðir er mjög taktfastur. 32-17 staðan og þá sleppur Vladislav takinu. Víðir tekur hér eina í viðbót og lýkur svo keppni eftir 35 uppbyggingar. Þá sjáum við Kjartan Gunnarsson úr Hlíðaskóla og Emil Sölva á Réttarholtsskóla. Uppbyggingunum er hér raðað inn. Flottur sprettur hjá Emil. 34-27. Þeir ætla sér meira, en orkan sem eftir er ekki mikil og ljúka þeirri keppni á sama tíma. Þessi hérna með skemmtilegu spörkinn til vinstri heitir Sigurbjörn og er úr Landakotsskóla. Og keppinautur hans Kvöldur á Hagaskóla og heitir Egill. Hann lætur eins og hann hafi aldrei gert það annað og hreinlega flýgur áfram, en Sigurbjörn hættir hér eftir 6 uppbyggingar. Egill nær hugunni á réttan stað við efri brún rauða púlans og heldur ótröður áfram. 42
Ég að æfa blanda bardagalistir í Mjölnum og í ræktinni. Sennilega held ég fyrsti keppandi sem ég heyri sem við þann bakgrunn, það greinilega virkar. Já, það virkar. Það nokkrar íþróttir sko, blandað saman í einu. Þetta dálítið erfitt að útskýra. Ég vil bara fá þetta að sýna þér. Já. En það virkar fyrir uppbyggingu. Já. Vel að ykkur sigur. Takk. Það var það fyrsta greinin hjá stelpunum, arfeyjurnar. Þetta eru Helga Laufey í Valhúsaskóla og Sóley Kristinsdóttir í Langholtsskóla. Sóley hættir eftir 27 arfeyjur, en Helga Laufey berst áfram. 33 arfeyjur komnar hjá henni, en þá var hún líka alveg búinn, leggst á pallinn. Þetta eru svo Sigrún Elva, Álftamýrarskóla og Berglind Ágústsdóttir, Réttarholtsskóla. Sigrún Elva komin upp í 20 arfeyjur, Berglind virðist vera að tala eitthvað við hana. Mikið keppni á milli þeirra. Hérna eru komnar 30 og 26 hjá Réttarholtsskóla. Þeir eru nánast hnífjafnar. Sigrún Elva búinn að jafna árangur Helgu og bætir við 34. arfeyjunni, búinn að taka forystu. Á hún einn hæm? Nei, lippast niður en í forystu er hún. Þetta er svo Lísbeth Sigurðardóttir Austurbæjarskóla og Thelma Lind úr Hagaskóla. Thelma Lind fer vel af stað, nálgast í 30 örugglega. 31 kominn. Hún ætlar sér sigur. Við sjáum það bara á henni. 45 arfeyjur komnar. Og hún á nóg eftir. Aðeins verið að taka í 49 komnar og 50. Þetta er öruggur sigur. Það er bara spurning hvað hún fer langt. Hversu nálægt ætlar hann að höggva Íslandsmetinu? 52 og hún hættir bara. Þetta er bara nóg. Thelma, hvað gerir maður til að geta tekið 52 arfeyjur? Þetta er maður æfir sig bara, gerir arfeyjur reglulega, þá bara kemur þetta. Það er alltaf heima bara að gera arfeyjur? Já, ég hef allt með svolítið heima sko. Er þetta metið? Nei. Hvað hefur þið gert margar? 61. Og hvað klukka er núna? Ég vissi að ég var búinn að vinna, þannig ég kláraði mig ekki alveg. Já, þetta var allt útpælt hjá Thelmu. Búin að tryggja sér sigur og þá var bara að spara sig fyrir hristigreipina. Já, ótrúlega flott stelpa og skýr. Já, og fljúgandi start hjá Hagaskóla. 2 sigrar í hús eftir 2 þrautir. Og talandi um það, kíkjum á stöðuna. Hagaskóli eðlilega með fullt hús stiga. Valhúsaskóli er svo í öðru sæti, 5 stigum og eftir Hagaskóla. Réttarholtsskóli er svo í því 3. En áfram þetta og förum aftur í íþróttahúsið. Þá er komið að dífunum og 2 fræknir piltar brotnir af stað. Þetta eru þeir Freyr Björnsson úr Álftamýrarskóla og Andri Freyr Jónsson úr Valhúsaskóla. Þeir fara nokkuð létt með þetta sýnist mér, allavega svona til að byrja með. Fyrir Andra virðist þetta vera eitthvað sérstaklega auðvelt. Þeir eru aðeins farið að síga í, en Andri heldur áfram eins og vindurinn. 34-48, en þá fattast Andra eitthvað flugið og hann hættir. Þá sjáum við hér Kjartan úr Hlíðarskóla og Víði úr Háteigsskóla, en þá sjáum við einmitt báða í uppbyggingunum hér áðan. Þeir renna nokkuð örugglega á hlaði. 23-32. Sjáum við þraut seguna og erfiðið skína á andliti Kjartans. Og hann hættir eftir 27 dýfur. Víðir heldur pollrólegur áfram og nálgast toppsæti. 46 dýfur komnar. Reynir við 49. dýfuna, en tekst ekki. Jafntefli hans og Andra úr Valhúsaskóla staðið. Hvernig gekk þetta okkur? Það gekk mjög vel. Ósáttur? Já. Við hvað þá? Æ, þetta var ekki eitthvað lélegt. Æ, ég hef náðu miklu meira. Hvað er það, Jón? Hvað er þetta? Þetta er þaðan, við styrkur. Nei, ég er bara til að lyftingasölu. Þetta er lyftingasölu? Já. En þú, hvernig hefur eftir eitthvað stýrt fyrir þetta? Já, svona smá. Ekki mjög mikið samt, það ég vilja geta eftir mér. Eða mjög ásáttur með að ekki komast lengra. Já, sigurvegarnir báðir frekar ósáttir. En þá eru það stelpurnar í síðustu einstaklingsþrautinni. Spennan farin að magnast, en það bara 2 greinar eftir. En stelpurnar eru hins vegar alveg pollrólegar yfir þessu. En þetta er það kannski lykillinn. Hvað er það að hlusta á? Það vitum við náttúrulega ekki. Hér dettur Berglind Ágústsdóttir Réttarholtsskóla. Hinar hanga þó enn. En hér fer Hugrún Lilja úr Hvassó.
Sigurvegarann í fyrri riðlinum, Helga Laufey úr Valhúsaskóla á 2 mínútum og 44 sekúndum. Það var að spurningin hvað hinn riðillinn gerir. Sama værðin yfir þessum stúlkum eins og áðan, komnar yfir 2 mínúturnar, 2:10, nálgast það sem að best var gert úr fyrri riðlinum. Og hér hangaði bara 2 eftir, Sól Stefánsdóttir úr Laugalækjarskóla og Hugrún Hannesdóttir úr Landakotsskóla. Sól Stefánsdóttir fellur hér í öðru sæti og Hugrún Hannesdóttir búin að tryggja sér sigur. En hún ágir enn, 3:50 komnar. Öruggur sigur í höfn en hér fellur hún harkalega frekar. Hvað hugsaðu? Ég var bara að hugsa hvað ef ég myndi fá kannski 1 mínútu, hvað myndi krakkarnir halda? En hvernig ertu búin að undirbúa þig fyrir þetta? Ég bara gera briljan armböður heima og svo bara í íþróttum dagina. Hvað æfirðu? Ég æfði dans, ég er ekki í fimleikum með neitt. Það ert bara svo sterk. Já, hún sagði ástæði til að taka það við sérstaklega fram að hún æfir ekki fimleika eða neitt. Já, líka áhugavert sem hún sagði pressuna frá öðrum krökkum. Þau skildu segja að hún næði þess og þessu og það er örugglega ekkert auðvelt að hanga svona fyrir framan hóp fólk sem leggur sko allt sitt traust á mann. Nei, nákvæmlega. Maður tekur bara ofan fyrir þessum krökkum. En kíkjum á stöðuna sem hefur heldur betur breyst. Því að Hagaskóli er fallinn yfir í 3. sætið eftir að hafa byrjað mjög vel. Hátíðaskóli hefur tekið stökk upp í 2. sæti en á toppnum trónir Valhúsaskóli. En þetta getur allt enn breyst. Þá er það fjölbreyttasta þrautin í skólahreysti og andrísvæsir keppendur á stað. Þetta eru Birgitta Eygló úr Langholtsskóla og Ingunn Haraldsdóttir úr Háteigsskóla. Ekki nefndum engin fyrirstað á pappa og apastigi. Upp turninn fara þær eru ótrúlega jafnar. Undir netið. Ingunn er á undan í sækkina og kemur þeim örugglega í kassan. Steinninn upp og beitt í siffi. Steinninn reynist hér Birgittu örlítil hindrun en upp fer hann, eins og Ingunn upp kaðalinn. Og þá sjáum við Jón Konráð taka á sprettinn. Þvílíkur hraði og öryggið uppmálað. Eins og api upp turninn. Keppinaut hans Þór Bergsson tekst hjá við röð. Sekkir, steinn og sitt, þetta er ekkert vandamál. Þór hér aðeins á eftir honum. Niður kaðalinn og inn í bíl. Hér eru léttar á fæti þær Arna Ýr úr Valhúsaskóla og Elísa Margrét úr Laugalækjarskóla. Arna er örlitlu fyrir til, hlífur turninn eins og ekkert sé, en Elísa Margrét fylgir þó fast á hæla hennar. Undir netið fara þær og þær virðast báðar ætla að fljúga í gegnum brautina algjörlega án mislinga. 10 sitt jafnvægis. Og við sjáum á tímatöflunni að þær eru báðar enn undir mínútu sem þykir afbragðs góður millitími. Þá geysist af stað liðsfélagi Örnu, hann Gunnar Guðmundsson. Sá sem keppir á móti honum heitir Brynjar Guðlaugsson og hann fer hér af stað. Gunnar æðir upp turninn, undir netið